hún kemur eftir augnablik en rétt þessu var leikmannum 4 hjá IBVF, Þórhildur Stefánsdóttir að skora, staðan orðin 5-12. Hákaðið Hálká fyrstu sækja, fara í gegn og skora og leikmaður númer 19, Embla Steindórsdóttir. Frábær línusending, það vel varið og víti. Sunna að verja. 7. bolta í dag. Víti. Og víti varið. Elísa Helga. Hákon kemur svo. Svo það er gripið. Gríma boltanum fram og það er varið hægum. Geggjað. Elísa Helga verja. 13. Háká. Holmstedt. Já, Lukas. Við erum að vinna í myndinni. Tryggur. Hákarli varði þetta, koma hákarlingar á Múljón upp og framhjá. Vörður taka það, ja. Haldur áfram. Höldum áfram. Frábær línuskipting og stuðningurinn. Geggjaður leikmaður númer 14 í IBVF. Þessi 15 mark Elísa Elísdóttir, númer 14. Geggjað. Og varið og víti á IBVF. Og það er varið. Og það er bara brönd. Og skora. Leikmaður númer 17. Og Höfnubík. Háká kemur. Lukki. Lukas. Lukas.
Keyra í hraðahlaup. Út á tapabottanum. Við erum enn að vinna í myndinni. Það er 14-6. 6 myndir búnar. Rauningur á HK. Skorar leikmannum með 8. Heldur Hreinsson með sitt fyrsta mark í dag.
Hendrikki. Virkilega vel gert. Stöngir inn. 4. Þessi annar mark í dag. Emilía Einarsdóttir. Frumulegt stöngir inn. Og enn ver. Og hraðaflum. Á línu úti Vatn 19. Enn ein lífusendingin. Úti Vatn fær fríkast. Virkilega vel gert, víti og 2, það er nokkuð ljóst. Þetta gleðilegt. Jæja. Byttum fyrir nummer 2. Já, IBVF, það er Helena Jónsdóttir. Og hún setur hann. Helena Jónsdóttir með sitt 3. mark í dag. Góður. Það er stúttast í 20 mínútur búnar og það er 9:20 fyrir lag. Þetta er nokkuð ljóst hvernig hvert bikarinn fer að þessu sinni í fjórðuflokki kvenna. Frumunegla í drifverkið og aftur fyrir. Og það er nú eins og það er.
fleygiferð varið. Ágangar. Ákvað vinnur boltann, brunar upp, virkilega vel gert. Já. 24,5 mínútur búinn, 12:22 og Hákonarvegi skot framjá. Það bara þannig. Sigurinn öruggur, búinn að vera það nokkuð lengi í þessum leik hjá IBVF Stúkum. Þetta klart brot. Það verður að vera meira. Þá leikurinn búinn. IBVF bikarmeistari árið 2020 sem við áttum tvenna. Eftir sigur á HK 2. 22-12. 10 marka sigur. Nokkuð örugt. Við erum að fara yfir markaskorra í þessu leik. Hjá HK var það Alva Brá Ásdóttir með 1 mark, Sandra Mattsson 1 mark, Emilía Laufey 2 mark, Katrín Hekla Magnúsdóttir 2, Embla Steindórsdóttir 1, Berglín Gunnarsdóttir 2, Thelma Steindórsdóttir 1, Emilía Klára Ásdóttir 1 og Elisa Helga Sigurdóttir með 10 varðabolta í IBVF. Þar Júlía Íslandsdóttir með 1 varðabolta, Helena Jónsdóttir með 4 mörk, Sunna Daðardóttir með 16 varðabolta, Þóra Björk Stefánsdóttir 3 mörk, Katla Hafnardóttir 1, Berta Sigurðardóttir 1, Herdís Eiríksdóttir 1, Elísa Elíasdóttir 7, Sara Brynn Bríkarsdóttir 4, Hrafnhildur Steinsdóttir ekkert, Emilía Einarsdóttir 7. Sem sagt IBVF bikarmeistari 2020 fjölnögg kvenna. Þetta hægt að við fyrir fólk sem við lósa konur, við vilja pakka og þá er það að þetta er fyrir sískap og konur. Jæja Magnús, til hamingju með bikarmeistaratitilinn. Þetta var svolítið auðvelt hjá okkur í dag. Þakka þér fyrir. Já, þetta hefur nú oft verið jafnara á milli þessara liða og er það nú yfirleitt. Þær missa náttúrulega mjög sterka leikmenn á sér
í meiðsli fyrir ekki svo lengur síðan, þannig að það er augljóslega sakna hennar. En stelpurnar okkar líka búin að undirbúa sig frábærlega fyrir þetta verkefni og eiga bara heiðurskilið fyrir það. Nú þetta sko svolítið öðruvísi í Vestmannaeyjum, þið eru með allt heimalið. Hér í bænum þá náttúrulega eru stúlkur að þælast á milli eins og strákum. Sko, það greinilega sko, góð uppbygging, markviss þjálfun og annað sem í gangi í Vestmannaeyjum og sér það á meistaraflokkunum, það er töluvert að koma upp. Hvað það sem veldur því að fólk að velja frekar handbolta heldur en til dæmis fótbolta í Eyjum? Þetta nú eiginlega, ég held að sé ekkert endilega að vera að velja handboltan frekar en fótboltan, þetta bara nokkuð jafnt skipt. Það vel staðið að hlutunum í báðum greinum heim í Eyjum og bara hugsa vel þessa krakka og svo bara fá þau bara, skilur þær fá bara þann frið sem það þurfa til að velja hvað sportið sem það nú er. Það eru margar núna hjá okkur í báðum sportum, gera það bara mjög vel og eru mjög góðar í báðum íþróttum, handbolta og fótbolta og svo bara kemur það í ljós hvað höfðar meira til þeirra. Nákvæmlega og sko framtíðin klárlega björt í Eyjum, hvort sem er handbolti eða fótbolti og þetta nú annað titilinn sem þið vinni þessa helgina, þessa vikuna. Til hamingju með þetta Magnús og gangi ykkur vel og njótið því. Takk að kella, við gerum það svo sannlega. Ágæti áhorfendur, við ljúkum þessa sendingu, það leikur aftur klukkan 4. 2 bikartitlar komnir í höfn hjá IBVF þessa helgi, vel að þessu staði í Eyjum greinilega eins og Magnús Stefánsson. Það færa okkur í sagði. Það hugsað vel iðkendur í Eyjum. Það ákveðin forréttindi að iðka íþróttir í Vestmannaeyjum eins og orði. Hér á eftir verður hörkuleikur í karlaflokki. Leikurinn byrjar klukkan 4, við byrjum útsendinguna rétt fyrir 4 og þangað til þá fá okkur smá kaffi og sjáumst eftir örfáar mínútur. Takk fyrir.